Núna held ég að ég hafi náð að setja upptöku í gang. Ég ætla að fara yfir þessi 3 síðustu heimadæmi. Þannig að þið hafið þá aðgang að einhverjum útskýringum ef að þið eruð að stranda í þessu. Og ég búinn að fara yfir skil á heimadæmi 3 og sé að þið hafið verið að lenda í ýmsum málum. Og fyrir það fyrsta, það var sem sagt að reikna út stærð þéttisins hérna í fyrsta dæminu í heimadæmi 3. En til þess að finna út allar nauðsynlegar stærðir, þá þurfum við að gefnar hérna stærðirnar á spólunni hérna, 3,5 Henry og stærð þéttisins sem sagt 12 mikrofarad. Við þurfum að reikna út launviðnám spólunnar og við þurfum að reikna út launviðnám þéttisins þess að við getum haldið áfram að reikna þetta dæmi. Og það eru teknar hérna fram formúlur og til þess að geta fundið til dæmis heildarströmm þá þurfum við að vita setu heild í hálsinu. Og nú höfum við upplýsingar raunviðnám spólunnar og bara stöður spólunnar hérna. Þannig að við þurfum að byrja því að finna spanviðnámið og notum hérna fyrir sjálfspannstöðunin L 3,5 Henry sem við gefum upp hérna á myndinni. Og þetta þá sjálfspannstöðunin og 3,5 og þá reiknum við út spanviðnám 1100 Ohm. Og þá getum við reiknað setu spólunnar því að við höfum upplýsingar gefnar raunhluta spólunnar og þá setjum við það í Pythagoras. 500 Ohm var raunviðnámið og spanviðnámið 1100. Setjum hvort tveggja í annarveldi og leggjum það saman og drögum rótina af og þá fáum við seta L 12,08 Ohm. Og þetta náttúrulega nauðsynlegt til þess að geta fundið á eftir þegar við búin að átta okkur á heildarstraumnum að fá heildarspennuna yfir spólunum. Það svona en til þess að við getum fundið strauminn þá verðum við að finna út setaheild og þá vantar okkur að reikna XC. Við höfum raunhluta spólunnar, við höfum spanviðnámið en okkur vantar stærð þéttisins, eða launviðnám þéttisins. Og hér sem sagt 12 mikrofarada þéttir og ég myndi ekki mæla með að setja svona upp, heldur að setja sem sagt af því að þið gleymið það einingunni mikró, því að þið gefið upp í 12 mikrofaradum þá sem sagt auðvitað ef þið eru vanir að reikna þetta og þetta sleipir í stærðfræði þá getið þið sett 10 sjöttaveldi hérna fyrir ofan. Það betra finnst mér að því að við erum ofta að reikna út þessi stærðir í mikrofaradum í forskeytinu mikró, þá betra að setja sem sagt C í sinnum 10 í mínus sjöttaveldi hérna fyrir neðan. 12 sinnum 10 í mínus sjöttaveldi. Og þá notum við takkan á reikningavélinni niðri á sem að stendur á sinnum 10 í ekstra veldi. Og ég myndi ráðleggja frekar að gera það heldur en að gera þetta svona því að þið glemduð að setja, eða þið settu bara einn á móti og svo þið bara 12 og þá var
stærð launviðnámsþéttisins allt og lítið. Þannig að réttarstærð launviðnámsins svona þá, og þá myndi ég setja þetta svona inn í reiknivél. 1 deilt með sviganum 2 sinnum pi sinnum tíðnin er 50 og sinnum stærð þéttisins, það er sinnum 12 og síðan takið þarna niðri sem stendur á sinnum 10 í ekstra veldi. Og þegar ég er búinn að einhver hann, að þá set ég mínus í svigatakkan og svo 6. Og svo að loka sviganum og býta á samansætningu. Þá ég að fá 265,3 ohm það bil. Og þetta launviðnámsþéttisins, það dregið frá, við erum með rafeindarás. Þannig að þessi viðnám með 180 gráður mun. Vektorarnir af þessum viðnámum, þegar það alveg 180 gráður munur á þessum vektorum. Þannig að drögum launviðnámsþéttisins frá spanviðnámum, spólunum, og setjum mismuninn í annað veldi plús raunhluta spólunnar í annað veldi og svo rótina af þeirri sömu og fáum að seta heild 973 ohm. Þá getum við út frá spennunni og setjum heild fundið straum og ekki fyrr. Og af því að 440 voltin þau voru gefin hérna upp á myndinni, hérna, 440 volt, 50 rið. Og þá reiknum við út strauminn sem er 1,452 ampere. Þá hægt að finna heildarspennu spólunnar. Það þá það sem við reiknum áðan út. Zeta L, sem sagt sýndarviðnám spólunnar, það sem við reiknum út áðan, sýndarviðnám spólunnar, Zeta L, sem að 1200. Það getum við svo markað með straum og fengið út spennu spólunnar, UL. Þá hún hérna 546,0 volt. Þetta hærri spenna heldur spennugjafspenna vegna þess að hún ekki í fasa við spennugjafspenna. Svo að þetta endur með ákveðnu fasvíki. Og síðan finnum við út spennuþéttisins. Það launviðnámsþéttisins sinnum straumurinn, sami straumurinn gegnum alla íhlutina. Þetta raftengt. Og þá fáum við spennuna yfir þéttin 190,9 volt, tæplega 180 volt. Og spennufallið við raunviðnámið, sami straumurinn, sinnum 500 ohma viðnámið, raunviðnám spólunnar. Þá fáum við það 206 volt. Þetta þurfum við allt saman til að geta gert spennuvektorinn. Og þá sjáum við hérna, hér erum við með raunhitaspennunar 226 volt og býtum við, já, það við 226 volt, passar. Og við höfum hérna C sem voru 120 volt, hérna. Og það dregst frá launspennu spólunnar, hérna, og niðurstaðan hérna, sem sagt við L mínus við C. En þá náttúrulega við þurftum að reikna út fyrst heildarlaunspennu hérna, annað með því að segja UL sinnum sínusinn af horninu á spólunni, sem voru 65,5 gráður. En það var ekkert búið að finna það út hérna, sko. Það þarf að reikna það út líka til þess að fá hana reitt hérna, 497 voltu það bil, og síðan er dregin frá spenna þéttisins, það var 120 volt, og þá endum við með heildarspennu 450 volt hérna og fasvíkið þá aðeins minna, eða sem sagt 59 gráður þetta bil.
Já, þannig endum við með spennuvektorinn. Og þá að athuga með seinni hluta að þessu heimadæmi 3. Það gekk nú hjá einhverjum, en það kannski réttar að fara yfir þetta betur. Það eru gefnar hérna spennur yfir þessa raðtengingu. Það raunhluti, hann með 139 volt, það þessi hér. Og sennilega litið af þessa spólu sem hreint launvið á, það UL. Nei, það getur ekki gengið því að það tapast 15 vött í spólunni. Svo að þetta bara heildarspenna spólunar 546 volt. Og síðan spenna þéttisins 653 volt. Þannig að við þurfum að finna fyrst út launspennu spólunar áður en við getum notað þessa spennu þéttisins til þess að fá mismuninn á spanspennu og launspennu þéttis. Það á bara að gera spennuvektarmynd í kvarða fyrir þetta. Það sem hægt að byrja að gera hér til dæmis að finna af því að straumurinn gefinn. Straumurinn mældist 204 milliampere. Þá hægt að finna út raunhluta spólunar af því að aflmælingin gefinn. PL voru 15 vött hérna, í spólunni tapast 15 vött. Og þá segjum við aflið spólunni deilt með þegar það voru 204 milliampere, þá voru að passa bara á því að þá að breyta þessu í ampere, sem 0,204 í öðru vetti, þegar við erum að reikna raunviðnámið. Og þá fáum við raunviðnámið 360,4 ohm. Og þá bara að finna út raunhluta spennu spólunar, þess að UL raun. Það getum við gert með því að nota strauminn sem raunviðnámið spólunni, 360,4 ohm. Og þá fáum við 73,5 volt sem við þurfum að nota í vektormyndinni. Því að síðan leggst við önnur raunspenna við þennan raunhlutaspennunar í spólunni. Og þá hægt að finna raunafstöður spólunar. Við vitum núna raunhlutaspennu spólunar og það var gefin heildarspenna spólunar, UL. Hún var gefin hérna, UL, 546 volt og þá þetta raunhluti deilt með heildarspennu spólunar. Þá getum við fundið út raunafstöðu, hann þá 0,1346 og svo að finna út fassvikið sem þá 82,3 gráður sem í þessari spólu. Og þá að finna út launhluta spólunar, UL laun. Þá notum við heildarspennuna, 546 og sínusinn af horninu sem voru reiknað út, sínus 82,3 gráður. Og þá fáum við launhlutaspennu spólunar sem 541 volt, sem getum dregið svo beint launspennu þéttisins frá. Eða ef að spenna þéttisins er stærri, það voru stærri heldur en 541 volt. Já, það 653 volt. Þannig að þetta greinilega rýmdarás. Svo það og nú getum við þurfum samt sem áður hérna að vera með spennu raunviðnámsins. Það var ekki búið að sýna það hér
á reikna út spennu raunviðnámsins, var það nokkuð? Það var gefin, já, spennan var gefin yfir ræðtengda raunviðnámið, þetta hérna. Hún 139 volt. Þess vegna þurfum við að leggja raunspennurnar saman. Þegar við finnum heildarspennuna, það raunhluti spennu spólunnar pluss spenna raunviðnámsins sem ræðtengdir rafsegulinn. Og það þá 139 volt pluss 73,5 volt sem raunhluti spennu spólunnar. En síðan höfum við hérna spennu þéttisins sem 653 volt og drögum 541 volt sem sagt spanspennu spólunnar frá. Launhluta spennu spólunnar. Og í rauninni væri kannski venjan að snúa þessu við, en spenna þéttisins stærri. En við höfum engar mínus hérna í þessu. Þetta verður bara jákvæð spenna út frá þessu hérna. Þannig að við getum reiknað út heildarspennuna þegar við höfum allar þessar upplýsingar. Og heildarspennan verður þá 240,2 volt út frá þessum útreikningi með Pythagórasarreglunni. Ok. Erum við þá komin með allar upplýsingar til þess að geta teiknað spennuvektormynd? Það möguleiki. Við erum svo að útskýra af hverju einstök spennufall verða stærri en og stærð straumsins sem fer í gegnum það. Og spennufall spólu og þéttis ekki í hámarki á sama tíma og dragast hvort frá öðru. Þannig að það ástæðan fyrir því að við getum verið með mismunandi spennufall. Hér höfum við spennu þéttisins sem gríðarlega, svona við drögum hérna frá spennu spólunnar og við sjáum hér launspenna spólunnar XL sem 541 volt og við drögum það frá launspennu þéttisins ÖC sem 653 volt og í rauninni þetta spenna þéttisins ekkert skipt upp í neitt, þannig að það engin raunhluti þétti nema ef að þéttirinn sé að verða ónýtur. En þetta bara hrein launspenna sem þéttirinn með og við drögum UL hérna frá sem sagt það þá ÖC mínus UXL og þá hérna endum við hér og fáum hjálparlínu hérna til hægri og það búið að leggja saman hérna þessa tvo raunhluta spennu spólunnar sem 75,5 volt pluss síðan raunhlutin sem sagt þetta viðnámið, raunviðnámið, spennufallið raunviðnámið sem 139 volt. Það sá spennuvektor leggst hérna beint við og þá hjálparlína dregin hérna niður og heildarspennan þá 240,2 volt út frá þessu og heildarfasvikið þá hérna 27,78 gráður og þetta var kannski ekki komið þessi vektormynd leit öðruvísi út hjá flestum, en samt sem áður það var eitthvað með þetta rétt. Þetta svolítið langir vektor með þéttisins og spólunnar, þannig að það erfitt að alltaf einni mynd þó. Það hægt að hafa þetta svona,
taka mynd af þessu og hægt þannig að þið getið farið eftir því ef þið strandið eitthvað í þessu. Það stækka þetta aðeins meira. Svo. Þessa mynd þið því að teikna í forriti sem heitir AutoSketch og þá verði það aðeins skýrari. En þetta ykkur nauðsynlegt að æfa okkur svolítið í því að teikna vektormyndir til þess að fá betri skilning á þessu. Þá ætla ég að halda áfram. Ég ætla að fara þá í næsta dæmi. Þetta var heimadæmi 3 og nú ætla ég að fara í heimadæmi 4. Og það hér. Hér höfum við einfasa álag sem spóla. Tengist 238 spennu, 50 rið og tekur 15 ampere. 40 gráður. Straumurinn eftir spennu. Það eins og spólað. Hún veldur því að straumurinn á eftir spennu. Og þá að teikna tengimynd sem þá komin hérna. Og þá var merkja inn á allar stærðir, strauminn við straummælinn eða heildarstrauminn, þetta er það sama. Og hér spennan merkt 230 volt, 50 rið og við setjum hérna upp straumvektormynd vegna þess að við eigum að nota spennuna sem viðmið. Þess vegna teiknum við straumvektormynd. Og hvar straumvektormyndin? Úps, hún setur ekki til. Ok, en í rauninni þá væri þetta bara 40 gráður sem sagt í þessari straumvektormynd. Það það sem að spólan veldur. Og hér við, vektormyndir áframar. Síðan í C-lið hérna, hver stóran þétti þarf að tengja við álagið til að minnka fasasornið niður í 20 gráður. Fyrst þarf að athuga hvað raunhluti straumsins í spólunni. Þessi raunhluti straumsins, hann breytist ekki neitt þó að við minnkum fasvikið. Eina sem breytist það að við fáum ekki lengur allan launstrauminn frá spennugjafanum, heldur að nú fara spólan og þéttirinn að kasta á milli sín hluta af launstraumnum. Ekki allan launstrauminn því að hluti launstraumsins kemur áfram frá spennugjafanum. Við leiðum með fasvikið ekki alveg, við minnkum það niður í 20 gráður. En til að byrja með þá þurfum við að finna hérna raunhluta straumsins í spólunni. Þá þetta heildarstraumurinn, 15 ampere, sinnum kósinus af 40 gráðum sem var fasvikið spólunar. Þá fáum við hérna að raunhluti straumsins 11,491 ampere. Og hérna rauninni nýr heildarstraumur fundinn vegna þess að við ætlum að fá nýtt horn. Og við getum fundið út nýjan heildarstraum út frá því að raunstraumurinn breytist ekki neitt. Fasvikið breytist að minnka niður í 20 gráður. Og þá finnum við nýjan heildarstraum. Þá segjum við hérna
að raunhluti straumsins, 11,49 ampere, deilt með kósinus af 20 gráður. Og þá fáum við nýjan heildarstraum sem lækkar úr 15 ampere niður í 12,229 ampere. Og nú þurfum við að athuga hvað var sem sagt straumurinn áður. Hann var við vorum með 40 gráðu fasvik í spólunni og þá þurfum við að finna hvað straumurinn fyrir breytingu. 15 ampere var heildarstraumur spólunnar. Margfaldum sem sínusinn af 40 gráðum, þá fáum við strauminn í spólunni fyrir breytingu, sem þá 9,642 ampere. En við þá verður straumurinn minni. Hann fer niður í ákveðinn straum og nú getum við fundið út frá nýjum heildarstraumum spólunnar í L og nýja fasvikshorninu, 20 gráðunum, þá getum við fundið út hvað endar nýji straumurinn í. Tökum að því við gátum fundið út nýja heildarstraum spólunnar með 20 gráðu fasvik, þá hann 12,229 ampere og finnum út strauminn sem verður við 20 gráðu fasvik. Og þá finnum við það að það endar í 4,183 ampere straumur spólunnar. Þetta straumur sem við fáum frá spenningjáðum. En straumur spólunnar sjálfrar minnkar ekki eins og ég var að lesa út af mér rétt á. Þetta bara straumur frá netinu minnkar vegna þess að restina af straumnum verðum við að fá frá þéttinu. Þannig að þéttistraumurinn verður þá mismunur þessara tveggja strauma. En straumur spólunnar, hann verður alltaf sá sama. Hann verður alltaf þessi, 9,642 ampere. En þannig að þá það straumur spólunnar sem var við 40 gráður, sem reiknaði við 40 gráður og drögum frá nýja straumnum sem kemur frá spenningjáðunum eftir að við höfum leiðrétt fasvik með þétti niður í 20 gráður. Þá myndi straumurinn minnka niður í 4,183 ampere straum frá spenningjáðunum. Þannig að mismunurinn 5,459 ampere. Þetta með straumurinn sem þéttirinn þarf að gefa okkur, sem hann þarf að framleiða inn á spóluna, þennan straum. Það hluta af straumnum sem spólan þarf. Við getum reiknað út frá þessum straumina, þetta það ekki. Við getum reiknað út launviðnám þéttisins. Því við vitum spennuna, hún 230 volt, deilum með stærð þéttisins, 5,459 ampere og fáum að launviðnám þéttisins þarf að vera 42,132 ohm. Þegar við varum með launviðnám þéttisins, þá getum við reiknað út stærð þéttisins í mikrofaröldum. Yfirleitt það gefið upp í mikrofaröldum. Þá notum við þessa formúlu fyrir launviðnám þéttisins og einangrum C, stærð þéttisins í faröldum eða mikrofaröldum. Og þá segir við 1 á móti 1 deilt með
opnast tvisvar pi sem 50 sinnum launviðnám þettisins 42,132 ohm og sví lokast og saman sem þá fáum við hérna 75,5 og þá það sinnum 10 í mínus sjötta veldi. Og ef við fáum það ekki akkurat þá erum við bara að ýta á ENG-takkan á reiknivélinni til þess að fá 75,5 mikrofarad. Eða, já, 75,5 sem 10 mínus sjötta veldi. Við skrifa þessa stærð í mikrofarad. Þennan þætti þurfum við að nota til þess að minnka fasvik spólunnar niður í 20 gráður. Nú, hér hefum við skrifað dæmi í einhvern 4 þar sem við erum með tvær hlutdeildar spólur og þetta væntanlega einfasa mótor og það voru gerðar eftirfarandi mælingar á vöðvum einfasa mótors. Það var gert með stafrænan aflmæli og tíðnin var 50 rið og við höfum stillanlegan spennugjafar til þess að geta stillt hann á lága spennu við þessa útreikninga. Og hér er spennan 21,6 volt, straumur er 0,54 ampere í hjálpaðarvæðinu og raunaflið í hjálpaðarvæðinu 8 volt. Aðalvæðinu hefur spennuna 21,6 volt, sömu spennu, straumurinn aðeins meiri, 0,95 ampere og aflið er 15 volt. Og þessar upplýsingar allt saman myndum við nota til að teikna upp tengimynd og merkja þessar gefnu stærðir. Aðalvalið það var hérna 15 volt með 0,95 amperum og síðan erum við hjálpavalið það var 8 volt og straumur 0,54 amper. Síðan þarf að teikna viðnámseftirmynd fyrir höfuð og til þess að geta gert það, þá þurfum við að reikna út á ákveðna þætti. Við þurfum setuna fyrir hjálpavalið og aðalvalið og við þurfum líka raunhluta á hérna hjálpavalið. Aflmælingin segir okkur 8 volt á hjálpavalinu, það var hérna hjálpavalið, það er 8 volt hérna og deilum við með straumnum í hjálpavalinu 0,54 í öðruveldi. Aflið hérna deilt með straumnum í öðruveldi þá fáum við raunviðnámið í spólunni í hjálpavalinu 27,4 ohm. Setuna getum við reiknað út frá spennu og deilum með straumnum sem mælist þeirra 0,54 ampere og þá fáum við að seta hjálpavals er 40 ohm. Út frá þessu getum við reiknað út raunstuðli og sví og fasvikið í hjálpavalinu. Þannig erum við með raunhluta 27,4 ohm, deilum með setu hjálpavalisins sem 40 ohm og þá fáum við raunafstöðulinn 0,685 og breytum því með kósinus vista af 0,685. Hornið á hjálpavalinu er þá 46,8 gráður. Sama gerum við með aðalvalið. Við reiknum út raunhluta viðnámsins í aðalvalinu, það er aflið deilt með straumnum í öðruveldi. Það er 15 voltin deilt með 0,95 amperum í öðruveldi og þá er 16,6 ohm raunviðnámið. Í aðalvalinu bæði járnkjarnamenn og eilvíðnum.
Og síðan reiknum við út setuna í aðalvæðinu. Þá erum við með spennuna 21,6 volt og deilum við straumnum, mæltum straum 0,95 ampere. Þannig að seta í aðalvæði er 22,7 ohm. Þá höfum við tvennt, raunhluta og setu. Þannig að við getum fundið raunafstöðu, kósfí í aðalvæð. 16,6 ohm deilt með setunni 22,7 ohm. Þannig að kósfí fyrir aðalvæði er 0,73 og fasvikið í aðalvæðinu er þá 43 gráður. Og þetta er stutt með mynd úr multisinn. Þannig að straumurinn var mældur svona og það er útreiknaðar stærðir hérna á sjálfkvæmstöðu. En síðan búið að bæta við hérna þétti og við erum að reikna viðnám ræsisnýttis sem orsakar 85 gráða á milli straumana í aðal- og hjálpaðar. Þetta er að sýna þetta með viðnámsvektunarmynd á svona útreikning. Og þá ætlum við að fá ekki 90 gráður, heldur sem er 90 gráður algengast að reyna að fá mismun á straumum í hjálpaðar og aðalvæði. En hér beðum ekki 90 gráður, þetta er 85 gráður á milli straumana í aðal- og hjálpaðar. Þannig að þá er að athuga sem sagt hvað þarf þéttirinn eða hvað þarf sem sagt fasvikið að vera í hjálparásinni með þétti. Hvað þarf þetta að valda miklu fasvikið rásinni heitt. Það er sem sagt, það er munurinn á 43 gráðum sem að var hérna fasvikið í aðalvæðinu og hérna það sem við ætlum að fá fram 85 gráður. Þetta væri gott að geta sýnt á vektormynd, stöðuvektormynd og ætli það sé sýnt einhver stöðuvektormynd hérna? Nei, ég geti reynt að nota sem að ég sýndæminu í bókinni. Þetta er í ráðlega. Já, það er hérna. Og þá kemur hún hér og Ctrl+F. Hérna, þetta, já, ég bara sýnir það við þá. Já, þetta. Þá höfum við það hér og við erum með hérna vektormyndir af viðnámunum en það sem ég ætla að fara í gegnum með einhver var það sem sagt að við þurfum að hafa í heildina 85 gráðu fasvik á milli straumsins í aðalvæði og straumsins í hjálpaðvæði. Þannig að þessi straumur hérna í hjálpaðvæðinu, hann þarf að valda fasviki sem að er, við skoðum hérna í dæminu, þannig það þarf að valda 43 gráðu fasviki. Vegna þess að við erum með fasvikið í aðalvæðinu 43 gráður.
Hérna við erum með það hérna í aðalvarum 43 gráður og við lítum hérna á myndina í bókinni að hérna var þetta 50 en hjá okkur núna í þessu dæmi er þetta 43 gráður. Og þá þurfum við að láta hjartaársrásina valda fasviki sem að í heildina milli straumana í hjartaári og aðalári veldur 85 gráður. Þess vegna þarf hjartaárið að flýta straumnum með þéttunum 42 gráður. Og síðan þá þurfum við að athuga með þetta viðnám sem að er kallað X-mert og það er það sem að við þurfum að valda hérna fasviki og fá launviðnám þéttisins. Þannig, við skulum líta á þetta X-mert, hvað við finnum það útskýrt í þessu hérna. Þetta hérna er X-mert, er það viðnám sem við þurfum að endum með í vektornum. Þetta er launviðnámið sem við þurfum til þess að fasvikið verði 42 gráður. Hérna var það 40 gráður en hjá okkur þarf að verða 42 gráður. Þetta er þetta X-mert. Og þetta fáum við með því að við sjáum hérna að launviðnám hjartaársins það þá dregið frá þessu hérna eða við þurfum í rauninni að vera með launviðnám sem er svona stórt sem mert X-mert pluss launviðnám hjartaársins X hjartaárs. Þess vegna þarf að leggja þessar tvær stærðir hérna saman þannig að launviðnám þéttisins þarf að vera summan af þessum tveim stærðum. Og þá sjáum við hérna að þetta þurfum við að leggja saman launviðnám hjartaársins pluss launviðnámið við þessar 42 gráður. Og þá fáum við heildar launviðnám þéttisins út frá því. Og við þurfum að reikna út launviðnám hjartaársins. Það var setja hjartaársins sem sínusinn af horninu í hjartaárinu. Þannig að það stærðin á hjartaárinu var 40 ohm. Sjá, það var 40 ohm hérna einhvers staðar, já. Setja hjartaársins var 40 ohm, passar. Og við notum það og tökum sínusinn af 46,8 gráðum sem var 46,8 gráður, þetta var fasvik hjartaársins.
og finnum út hvað laun viðnám hjálparvatnsins út frá þessu hér. Sem þá 29,2 ohm. Þá þurfum við að leggja þetta 29,2 ohm við þetta x-vert sem eru 24,67 ohm. Og það var reiknað hérna með tangarsreglu. Þannig að út frá raunhlutanum í hjálparvatni. Þá fengum við fram hvað x-vert þurfti að vera stórt. Þá tökum við tangarsinn að 42 gráðum sinnum raunhluti hjálparvatnsins og þá fáum við það að það 24,67 ohm. Og þetta þurfum að leggja við launina hjálparvatnsins svo við fáum heildarstærð launviðnáms þéttisins sem að vera þá, þetta samtals, 53,87 ohm. Og þá höfum við viðnám til þess að geta reiknað út stærð þéttisins. Og setjum viðnámið hérna undir beiningamerkið, þá segjum við hérna C, stærð þéttisins, sem 1 deilt með svíóplast 2 sinnum pi sinnum 50 sinnum 53,87 og lokum 7 saman sem, þá fáum stærð þéttisins sem þá 59 mikrofarad eða 59 sinnum 10 í mínus 7 farad. Þannig getum við nýtt okkur sýningdæmi 13 aðferðina hvernig við finnum út stærð þéttisins með þessu útreikningum sem eru sýndir hérna í sýningdæmi 13 í bókinni. Þetta aðferð sem við getum stuðst við. Og þá erum við komin með það og þá búið að bæta við þétti hérna í rásina og þá höfum við hérna aflið í bæði aðalvafi og hjálparvafi og við erum með hérna mælingur á farsvikinu og eins væri hægt að setja kannski mæli á heildarrásina til þess að fá fram farsvikið. Það gefið hérna farsvikið á hvorum hlutanum en það verður líka hægt að fá heildarfarsvikið ef við bættum við 3. mælinu. Þannig að þá þetta bara það síðasta í þessu dæmi. 59 mikrofarad, útreikningur á þetta. Vonar að þetta hjálpi ykkur við að fara í gegnum þetta heimadæmi. Og svo það síðasta dæmið, heimadæmið 5. Þar erum við með mótor og þið eftir örugglega að skoða það. Þá erum við hérna með mótor sem er 3 fasa. Hann tengdur 4 volt að neti, 4 volt og tekur þá 8 ampere. Fasvíksvarnið 40 gráður. Við ætlum að nota 3 stjörnutengda þétta og þeir eiga að tengjast mótornum til þess að minnka fasvíkið. Hvað þurfa þéttirnir, að vera stór til að fasvíkið verði 20 gráður? Þess að þéttarnir, þeir eru í lagi, þá taka þeir ekki neitt raunafl. Þannig að aflið verður það sama, og fyrir tengingu þéttana, og tíðnin 50 reið. Svo að það hérna út frá þessum upplýsingum, þá
þá hægt að reikna aflið, raunaflið inn, þar sem að mótorinn tekur aflið inn, af því að spennan gefin, straumurinn og svo tökum við kósinus af 40 gráðum, þess að það verður þá raunaflstuðl og við náttúrulega notum rótina 3, margfaldum með rótina 3 vegna þess að þetta þriggja-fasa. Og þá fáum við aflið inn á mótorinn 4246 vött. Nú, við getum reiknað út launstraum mótorsins vegna þess að heildarstraumurinn gefinn og fasingin. Þá tökum við sinusinn af 40 gráðu fasinginu á mótornum, sinnum heildarstraumurinn sem 8 ampere og fáum að launstraumurinn launstraum mótorsins 2,1 ampere. Hann tekur þennan launstraum, alveg sama hvort hann fær þennan launstraum frá spenningjafanum, töflunni, eða einhverjum þétti, að hluta eða öllu lagi. Hann tekur alltaf þennan sama launstraum, mótorinn 2,1 ampere. Nú, ef að fasvikið verður 20 gráður og aflið verður það sama, þá breytist bara raunaflstuðlinn, cos 20, hérna. Þá getum við reiknað út nýjan heildarstraum. Út frá þessu við það verður sama afl, 4246 sem mótorinn tekur og þá deilum við með spennunni, rótina 3 og kósinus af 20 gráðum til þess að finna út nýjan heildarstraum sem þá hérna 6,5 ampere í staðinn þess að hann var 8 ampere. Því að við ætlum að minnka fasvikið niður í 20 gráður og þá minnkar straumurinn heildarstraumurinn niður í 6,5. Og launhlutinn sem kemur launstraumurinn sem kemur frá spenningjafanum, hann minnkar þá úr 5,1 amperi og þá reiknum við nýjan launstraum sem kemur frá spenningjafanum með því að margfalda nýja heildarstrauminn, 6,5 ampere, og sinusinn af horninu, nýja horninu, 20 gráður. Þá fáum við 2,2 ampere sem nýji launstraumurinn sem kemur frá spenningjafanum, eða töflunni. En mismunurinn á þessum tveimur straumum, straumum sem mótorinn tekur raunverulega alltaf, launstraumnum 5,1 ampere og nýja launstraumnum, það sá straumur sem við þurfum að fá frá þéttir. Þéttirinn þarf að framleiða þennan mismun. Og þá það sýnt hérna hvernig við reiknum það út hérna, straumur þéttirinn þarf að mismun þessara launstrauma. Og þá launstraumur 1, það sem mótorinn tekur alltaf, 5,1 ampere, og nýji launstraumurinn frá töflunni, frá spenningjafanum, sem 2,2 ampere. Þannig að straumur þéttisins verður að vera mismunurinn eða 2,9 ampere. Og við þurfum að átta okkur á því hvort þéttarnir verður tengdir í stjörnu eða þríhyrning. Það ætti að vera talað um það hérna. Það talað um hérna 3 stjörnutengdir þéttar. Þá þurfum við að taka mark á því og fara eftir því við útreikninga. Ef að þéttarnir eru stjörnutengdir, þá verður þéttispennan, það heildarspennan deilt með rótina 3, eins og við veitum. Það verður þá fasaspenna yfir hvert þétti verður þá 230 volt af því að heildarspennan 400 volt.
Og þar sem að straumur hvers þéttis verður 2,9 ampere, að þá þessi straumur sem sagt fer til mótorsins og þessi sem sagt straumur 2,9 ampere það sem að þéttirinn tekur við 230 volt. Þá getum við reiknað út launviðnám þéttisins XC. Og við erum búin að reikna að fasaspenna þéttana þá 400 deilt með rótina 3 eða 230 volt. Og svo deilum við með straum þéttisins sem 2,9 ampere og fáum að launviðnám þéttisins þá 79,3 ohm. Þannig að þegar við komum með það launviðnám þéttisins, þá getum við reiknað út stærð þéttisins í míkrófaröldum og þá segjum við hér 1 deilt með 1 deilt með sviganum, svigopnast sem sagt, 2 sem 50 tíðnin, sinnum launviðnám þéttisins 79,3 ohm, lokum sviganum og saman sinn þá fáum við 40,1 sinnum 10 í mínus 7 farad eða 40,1 mikrofarad. Og ef við komum einhvers staðar annars staðar, þá getum við bara ýtt á ERG-takkan á reiknivélinni til að fá fram engineering units eða forskeytin, færa til forskeytin. Þannig að þegar við sjáum sem sagt þessa stærð sem 10 í mínus 7, þá sjáum við að þetta þá í farandum, en við getum skrifað þetta 40,1 mikrofarad. Já, þá þessi hluti búinn. Svo eitt dæmi hérna í viðbót. Það hérna 7,5 kW mótor. Ok. Og hann 3 fasa. Hann skilar sem sagt 7,5 kW á fullu álagi. Þetta aflið út og hann tekur 15,2 ampere og raunaflsstuðullinn 0,8 og spennan 400 volt. Og við erum með þríhyrningstengda þétta. Nú sjáum við höfum hérna hina aðferðina þegar við erum með þríhyrningstengda þétta, því áður vorum við með þéttana stjórntengda. Þessi þríhyrningstengdu þéttar þeir eru tengdir við mótorinn til þess að minnka strauminn frá spennugjafanum, minnka launstrauminn frá spennugjafanum. Aflið það sama á áður og tíðnin 50 Hz. Og svo spurt hvað þurfa þéttarnir, hver þeirra, að vera stór, til þess að straumurinn, líklega heildarstraumurinn lækki niður í 12,8 ampere. Og þetta líka nýtt. Við þurfum að finna út hvað verður þá fasvíkið eftir þessa breytingu. Frá því að var við fullt álag 15,2 ampere og fer niður í 12,8 ampere. Já. Þetta þurfum við að finna út og við sjáum að það raunaflsstuðull gefinn á mótornum og þá getum við nýtt okkur hann til þess að finna fasvíkið á mótornum sem 36,9 gráður og þegar við vitum það, þá getum við fundið hvað launstraumurinn mikill við mótorinn. Og þá tökum við heildarstrauminn, 15,2 ampere, sinnum sínusinn af horni, fasvíki mótorsins, 36,9 gráður. Og við fáum það að launstraumurinn sem mótorinn að taka 9,1 ampere.
Aflið inn getum við reiknað út vegna þess að við erum með kósví 0,8 gefið og straum og spennu. Og segjum við 400 sinnum heildarstrauminn 15,2 ampere, sinnum rótina 3 vegna þess að þetta er ekki passa og sinnum kósví sem er 0,8. Og passa ykkur á því að þegar svona lágtala, margir bara með henni og að þið takið ekki kósins af svona mjög lágri tölu. Þetta er oft villa sem maður lendir í að sjá hjá nefndum. En þið æfum ykkur á þessu þannig að þið passa ykkur á þessu. Þegar það er bara til dæmis eins og með þetta hérna horn. Við tökum sínusana af svona horni, 36,9 gráður. Og ef við þyrftum að taka kósinus af þá fáum við bara 0,8 tilbaka. En ok, þetta var bara það að passa sig á þessu. Síðan þá erum við með afliðin hérna 8405 vött sem við reiknum út frá þessum upplýsingum hér sem voru gefnar. Og af því að raunafli breytist ekki neitt, þá getum við nýtt okkur það og nýja heildarstrauminn eftir hérna að búið er að koma fyrir einhverjum þéttum og þá verður þess að við ætlum að minnka heildarstrauminn niður í 12,8 ampere og tökum við þessi 12,8 ampere hérna og notum í þessa úttökuna hér. Og þá erum við að spyrja, hvað verður nýr raunafstöð og hvað verður það nýja hornið stórt? Við erum bara eftir að finna það út. Það gerum við svona. Þá er það raunaflið inn, sem við skráum það hér. Og þegar við ætlum að finna út kósví, nýja kósví, nýja raunafstöðin og deilum við með spennunni, rótina 3 og nýja minni strauminn, 12,8 ampere. Og þá fáum við að kósví verður 0,95 frá því að vera 0,8 þess að lagast, það minnkar fasagið eða raunafstöðin, hann hækkar úr 0,8 í 0,95. En hvað er þá hornið? Orðið lítið. Það er þá, tökum við hérna kósinus fyrst af 0,95 og fáum að það er 18,2 gráður núna. Það minnkar frá því að það var 36,9 gráður niður í 18,2 gráður. Ok, gott mál. Þá getum við reiknað út. Hvað er þá nýji launstraumur mikill við 12,8 ampere? Þennan straum hérna. Þá tökum við sínusinn af nýja horninu og vargöndum sem er nýja strauminn sem er miklu minni. Og þá fáum við að nýji launstraumurinn verður bara 4 ampere. Ok. Þá þurfum við að athuga að heildarstraumurinn frá þéttunum þarf það að vera mismunur á þessum straumum, launstraumum sem að mótorinn tekur og nýja launstraum sem er 4 ampere. Þannig að mismunurinn á þessu verður að koma frá þéttunum í heild þeirra. Það er sem sagt 5,1 ampere sem að þéttanir þurfa að taka hverju þéttir til þess að minnka farsvikið niður í 18,2 gráður og minnka strauminn, heildarstrauminn, sem sagt, niður í 12,8 ampere.
Og nú eru þéttarnir þríhyrningstengdir og þá þurfum við að athuga, þá fasastraumurinn, hann miklu minni heldur en aðalstraumurinn. Svo að þetta heildarstraumurinn að þéttunum, sem 5,1 ampere. Við þurfum að finna hvað verður fasastraumurinn í þéttunum til þess að geta haldið áfram að reikna út launviðnám í þéttunum. Og þá reiknum við út fasastrauminn í þéttunum, eða í rauninni straum hvers þéttis. Þetta heildarstraumurinn, 5,1 ampere að þríhyrningstengdum þéttum. Deilum við með rótina 3 til þess að fá fasastrauminn, eða straum í hverju þétti, sem þá 3 ampere. Og þá höfum við upplýsingar allt til þess að geta reiknað út launviðnám þéttisins. Við vitum spennuna, heildarspennuna sem 400 volt. Hún náttúrulega óbreytt vegna þess að þríhyrningstengingin, þar fasaspenna og aðalspenna sama spenna. Og þá deilum við upp í þessi 400 volt með straum þéttisins sem 3 ampere og fáum launviðnám þéttisins 133,33 ohm. Svo reiknum við út stærð þéttisins í mikrofarðum, segjum 1 deilt með sví opnast, tvissunum pi sem 50 sinnum 133,33 ohm, sví lokast og þá fáum við út úr þessu 24 mikrofarð. Og hver þéttir þarf sem sagt að vera 24 mikrofarð til þess að minnka strauminn frá því að vera 15,2 ampere niður í 12,8 ampere sem mótorinn, sem fer frá spenningavági. En mótorinn tekur alltaf sama straum, 15,2 ampere. Hluti straumsins kemur frá þéttunum og það bara launstraumur sem kemur frá þéttunum. Heildarlaunstraumur frá þéttunum sem sagt 5,1 ampere. En straumur hvers þéttis bara 3 ampere. Og þess vegna þurfum við að reikna þetta með þessari aðferð hérna að finna út þá viðnámið í hverjum þétti. Og þá finnum við sem sagt út stærð hvers þéttis út frá launviðnáminu og þá höfum við þessi 24 mikrofarad sem hver þéttir þarf að vera stór til þess að minnka strauminn og minnka fasaspennu og minnka launstrauminn sem kemur frá spenningavági, því að hluti straumsins kemur frá þéttunum. Þá ég búinn að fara í gegnum báðar þessar aðferðir þegar við erum með þéttaða ýmist stjörnutengda til þess að minnka fasasvik við mótor. Í einhverjum tilfellum getum við leiðrétta fasasvikið alveg og þá myndum við vera með sama straum frá þéttunum og heildarlaunstraumur mótorsins En í þessum tveimur mismunandi dæmum þá vorum við bara að minnka fasasvikið niður í einhvern ákveðinn gráðufjölda. Niður í ákveðið fasasvik. Þannig að þá höfum við hérna aðferðina til þess að gera það. Annars vegar með stjörnutengda þétta og hins vegar með þríhyrningstengda þétta. Nú þurfum við bara að æfa ykkur á svona dæmum. Það geta komið svona dæmi fyrir í þessum æfingaprófum sem eru undir efni í eininni. Og það að gera að æfa sig á þeim til þess að vera orðin vel æfður í þessu fyrir svo síðasta prófið. Þá segi ég held ég þessari upptöku lokið. Nefnum að sé einhverjar spurningar alveg í lokið. Svo ekki, þá stoppa ég bara upptökuna.